Íris Lind Sæmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk kærlega og takk Silja Bára fyrir kynninguna á þessum tillögum. Ég ætlaði nú einmitt að nefna þetta með lífsskoðunarfélög og taka svolítið undir þær ábendingar sem hafa komið fram hugtakið lífsskoðunarfélag og velti því svona eins fyrir mig hvað felist í því. Þessi þingsályktunartillaga sem að Illugi nefnir, það er tillaga sem var lögð fram á þingi, þetta var þingmannatillaga sem að var ekki rædd einu sinni á þinginu, þannig að ég held að við þurfum aðeins að skoða betur hvað í þessu felist og ég nefni í orðabók til dæmis þá er hugtakið lífsskoðun mjög opið hugtak. Það er talað um rótgróið viðhorf til lífsins, hugsunarstefnu eða ákveðna sannfæringu í meiriháttar málum, í sviga, í meiriháttar málum. En við þurfum allavega að huga því að hvernig svo sem við búum svona ákvæður garði þá þarf að vera tryggt að í stjórnarskrár ákvæði sé ákveðin rammi utan það hvað geti verið lífsskoðunarfélag og hvaða mörk að setja löggjafanum í þeim efnum. Svo ætlaði ég aðeins að nefna bara með fyrirsögn í 7. grein því að nokkrir hafa nú nefnt það. Þetta er hún ekki lýsandi í sjálfu sér fyrir inntak ákvæðisins en ég held kannski að við þurfum ekkert endilega að fara að setjast mikið yfir fyrirsagnir einstakra greina. Það gerir kannski ekki ráð fyrir að við höfum fyrirsagnir í endanlegri stjórnarskrá við einstök ákvæði í tillögum okkar. Það er svona kannski þarf að skoðast aðeins með hliðsjón af því að væntanlega muni kaflar bera fyrirsagnir en ekki endilega einstakar greinar. Takk fyrir.